það held ég nú 5 fyrirsætnir og við hvað var ég aftur með hérna, já alveg rétt það hérna mjög mikið búið að vera að tala viðtal sem að Kristrún Frostadóttir fór í hjá breskum podcasturum Alistair Campbell og Rory Stewart þekki hann lítið en Alistair Campbell þekki maður til þetta eru Rory Stewart mitt fyrirhandi þingmaður Íhaldsflokksins en Alistair Campbell sem sagt sagður vera spunameistari Tony Blair svona innanbúðarmaður í breska verkamannaflokknum og þetta var skemmtilegt á að horfa ég horfði á þetta viðtal fólk gjörsamlega búið að missa sig yfir þessu og maður verður að mun eftir því að sko, of mikið hrós getur oft verið svona háð og þetta svona orðið býsna vandræðalegt að sjá sko við skulum sjá stutt brot úr viðtalinu sem að þeir birtu sjálfur í podcastið heitir Rest is Politics. Skulum heyra þetta aðeins. All of this Greenland matter concerns people. It's a huge problem. The fact that we have leaders in the free world talking like this is an issue. And I know Icelanders are very concerned about it. I think this is a great time for Iceland to join the EU because of the geopolitical situation we're in. This is not a referendum about joining the European Union. No, it's a referendum on getting a deal. Do you want us to reopen talks? Finish the negotiations. Then once we have an agreement, we will have another referendum and you will say yes or no. It's not a given in today's world that we have a voice and that people listen to us. It's not a given that you are an independent country, even in today's world. Hún náttúrulega afskaplega heillandi og glæsileg, fyrsta bara falleg kona, veist, og það ekki síst þess vegna held ég sem að Donald Trump hann sá hann bara snýri sig bara NATO-fundur með Ankara þá var hann að labba fram með öllum þjóðarleiðtogunum og hann stoppaði og tegðist til hennar sko, þú veist alveg og það segir hann hefur örugglega varla að vita hver hún var sko, en það segir sína sögu hún ber af í glæsileika hún er ung, glæsileg, skínandi, falleg kona svo hún auðvitað líka klár það kemst enginn svona langt án þess að vera með toppstykkið í lagi hún er vel talandi á bandaríska tungu nota bene og hún er með alveg sko þykkan bandarískan hreim ef það er að segja þar í skóla, hún var þar í skóla en hún bjó líka í Englandi þegar hún var yngri okay. en viðtalið samt per se og hún er bara náttúrulega stendur sig þannig sé flawless eru þeir eitthvað pressa á hana? Nei, þeir eru ekki að pressa neitt á hana ekkert, þeir eru bara þeir eru bara að preaching to the choir og þau eru bara í svona mjög huggulegu drottninga viðtali sem má segja hún er segir á df.is að mjög skýrt kom fram hjá henni hversu skaðilegur Donald Trump og stefna hans var í öllum ríkjum heims og að ásælni hans í Grænland og ótryggt ástand alþjóðamála hefði orðið til þess að ríkisstjórnin ákvað að flýta þjóðaratkvæðagreiðslu. Segir hún þetta í þessu viðtali? Hún sagði ekki berum orðum. Er þetta eina sem hún sagði Trump í þessu viðtali? Já, svona nánast. Vákaði þetta eitthvað að túlka þetta to the extreme hann að DFF? Já, þeir eru náttúrulega, þetta er orðið á götunni á DFF-dálkurinn sem er skrifaður af Ólafi Arnarsinni og hann er náttúrulega bara svona viðreistnar penni dauðans. En ég sá, sko, og notabene, ég var búin að sjá fullt af statusum á Facebook áður en ég fattaði að þau, venjulega þá tekið til hliðar og seifa einhverja statusa og sendið mér að þegar ég hugsa, ég ætla að tala þetta í Harmageddon. En ég var búin að sjá fullt af þeim áður en ég fattaði, ég verða að tala þetta. Þetta er svo mikil geðveiki hvað fólk er að lepja þetta. Og ég byrjaði að seifa statusa eftir að, ég er að segja þetta því að það er fullt af þeim sem fóru til spillis einhvern veginn sem ég fann ekki aftur. En Guðmundur Andri Thorsson, hann var með þetta. Þeir hafa verið félaga mínir í morgunlappinu lengi, þeir Rory og Alistair. Og þetta er svo fyndið sko, því að þið vitið það að vinstri podcast eru glötuð og þau ná engu, ná engu flugi. Það er engin svona vinstri podcast á topp 10 eða topp 100 listum heims. Það nennir enginn að hlusta á þetta. Þetta er líka fólk sem er einhvern veginn algjörlega ótengt veruleikanum og það skilur ekki hvað er að gerast en heldur að það skilji það og það er svolítið podcastið Rest is Politics, algjörst sorp og það er svo fyndið að sjá fullt af fólki koma frá
Ég hlusta mikið á þá, Rory Stewart og Alistair Campbell, þeir eru miklu félaga mínir, ég hlusta á þeim morgungöngunni, sko. En það er enginn að hlusta á þetta, en þeir eru þykjast hlusta á það því að Kristrún var hann í viðtali. Sérlega gaman að hlusta á að tala við Kristrúnu sem sína hér alla sína bestu hliðar. Fáir standa henni á sporði í nútíma stjórnmálum og hér fáum við að sjá hana skína á alþjóðasviðinu og getum verið stolt af henni. Hún hefur ekki beitt sér mikið sjálf í baráttunni fyrir þessari atkvæðagreiðslu, en hér talar hún af yfirvegun þau tækifæri sem Íslendingum bjóðast einmitt núna. Þá sterku samningsstöðu sem við getum verið í þessa mundir, mæli eindreiði með. Linkur í efstu athugasemd. Ok, þetta var Guðmundur Andri Thorsson, svo er hérna næst Kristinn Hrafnsson. Ég verð að spyrja einu ára fyrir mér þetta. Hvað, þeir alltaf að tala um að við séum ykkur sterkri samningsstöðu. Hvað gerir samningsstöðun okkar sterka núna en áður? Sko, það eini munurinn er að við erum ekki á 4 fótum núna. Já. Við vorum á 4 fótum 2009. Nýbúin að keyra hér allt bankakerfið og efnahagslífið í klessu. Já. Núna erum við bara í góðum standi nema við erum með háa verðbólgu. Það er eina sem er aðhjá okkur. Þannig að við erum, þannig séð bara, við þurfum ekki að vera að grátbiðja neitt. Í öðrum orðum, Já. síðast við fórum í viðræðiðar var Evrópusambandið fallegt nýmálað hús með flottri grindverki, bara búið að slá grasið og allt bara gott. Núna er þetta bara brennandi hús. Já, það er munurinn eða? Skulda rústirnar sem eru í Evrópusambandinu voru ekki þá. Já, þannig að það er það sem gerir okkur, af því þetta er orðið svo mikið drasl. Já. Það er rétt hjá Ingimar. Það er bara að hafa þetta. Aðalmunurinn er þá að Evrópusambandið er orðið algjör drasl og þeir eru að grátbiðja bara að fá einhverja svona vestrænar þjóðir sem standa á 2 fótum. Ekki bara einhverjar austantjáls sem eru skríðandi. Og þeim vantar að fá ríkustu þjóðir heimi. Þeir eru á efsta lista í öllu hvað gott er bara í heiminum, sko. Auðvitað viljaðu fá Noreg, auðvitað viljaðu fá Ísland, auðvitað viljaðu fá Sviss. Þau hafa ekki fengið það. Og núna eru við að fara eitthvað, þetta er svo galið. Þetta er algjörlega galið. Svo kemur Kristinn Hrafnsson með svona álíka status og Guðmundur Andri Thorsson. Kristinn sagði: Ég hef hlustað töluvert á hlaðvarpi vinsæla The Rest is Politics. Þetta er hvernig allir þykist að vera að hlusta. Með pólitísku anstæðingum í Bretlandi, þeim Alistair Campbell og Rory Stewart. Hlaðvarpið er með þeim allra vinsælustu í Bretlandi og númer 1 þegar kemur á pólitík. Það er ekki rétt, sko. Trigonometry til dæmis er 100 sinnum stærra. Það er ekki rétt að pólitíkin. Winston Marshall þátturinn er 100 sinnum stærri líka. Já. Ég get bara nefnt alveg nokkur sem að þeirra vinsældir ná síðan langt út fyrir landsteinuna. Það er áhugaverða að þetta er eins langt frá því að vera öskurkeppni í andstæðra póla og hugsa skjötur, heldur ígröndu og málefnilega umræðu. Þeir eru náttúrulega, Rory Stewart og Alistair Campbell, þó þeir hafi áður verið annars í íhaldsflokknum og hinn í verkefnaflokknum, þá eru þeir af sama draslinu, þeir eru af þessu ruling class, og þeir eru ekkert ósammála neitt sem máli skiptir. Þeir hafa, þetta gamla tvíflokkakerfi sem er núna verið að ógna verulega með nýjum flokkum eins og Reform og Restore Britain og svona. Það er úr sér gengið og þeir tilheyra því gamla drasli. En er allt þetta liðið eitthvað big time Tony Blair aðdáðan eitthvað hann gerði og hans ríkisstjórn? Þú veist, allir þessir Íslendingar sem er að tala. Já, auðvitað eru það. En svo segir hann var að klára að hlusta þátti með Kristrúnu Frostadóttur. Menn geta alveg gagnrýnt hana fyrir eitt og annað og gera gersamlega verið ósammála henni og stefnu stjórnarnar. Ég ætla samt að fullera að þetta er eitt allra besta framistæða íslensk stjórnmálans í erlendum fjölmiðlum til þessa á mínum tímum. Ólafur Ragnar strax, það var reyndar stittra viðtalið, það hefur verið 10 mínútur. Ég meina það var líka að vera að pressa á hann. Já, það var að vera að pressa á hann. Það er ekki neitt verið að pressa á Kristrúnu. En málið er bara að eins og ég segi, þeir Alistair Campbell, hann er til þess alger bjöllu sauður. Og það er fáránlegt að þessu fólki að þykjast, já ég hlusta alltaf á Alistair Campbell og morgungöngu minni og þetta er magnað alveg að sjá Kristrúnu þarna hjá Alistair Campbell sem er innanbúða maður hjá Tony Blair. En Alistair Campbell er sauður sem að skilur ekki af hverju Bretland hefur þurft að skipta 7 forsætisráðherra á síðustu 10 árum. Hann er sauður sem að skilur ekki vandamál Bretlands. Hann skilur ekki að innflytjendastefnan sem vandamál.
hann skilur ekki að lögreglan í Bretlandi hann fattar ekki að lögreglan í Bretlandi er anti-racist organization sem að farin að halla á hvíta umfram aðra kynþætti sem fárán þá hljómar árið 2026 hann skilur ekki hvað að gerast í bara innra verki hann veit ekki hvað almúin í Bretlandi að hugsa, hann hefur ekki hugmynd ég er með stutta klippu úr þættinum Trigonometry sem að fengu Alistair Campbell í viðtal núna nýlega við skulum bara hlusta á svona fyrstu 2 mínúturnar og þau sjáu strax hvers slags sauður þessi maður sem allir að mæra sem eitthvað frábæran pólitískan greinanda hann algjörlega út á túni I think this whole woke debate is, I find it, and what does it even mean? Woke is about believing in playing a role in trying to deliver some kind of social justice. That is what woke is meant to mean. Woke has become a catch-all term of abuse. Not really. Yes, it has. I can define it for you if you like. Go on, then define it. It's a hierarchy of oppression. It says different groups are oppressed at different levels, and I can look at your skin color and immediately tell whether you're an oppressor or you're oppressed. You happen to be a straight white man, therefore you're the oppressor. I happen to be a black trans lesbian, therefore I'm oppressed. Right, and that's the way this debate is being done. And by the way... That's the way the debate is being done. Alistair, hold on. The debate. Alistair, chill out. Not only is it the way the debate is being done, we see it in policing. Not only in the way the policing is being practiced, but in the instructions police officers get. They're explicitly told not to treat people equally. Explicitly. Honestly, this stuff, it's dementing. It's absolutely dementing. That's the quotes from the police own instructions. And it may be because you found one document where some guy who's writing some guidance for police. The idea... It's the College of Policing guidance. Okay, wait a minute. This is how police officers are trained. Okay. Why are you saying okay like I'm saying I'm making something up? Because I think, I'm not saying you're making it up. Not as deeply as you Well, have. I think you should. Well, maybe I should, but Because then you wouldn't dismiss the factual things I'm saying out of hand. Let me dismiss it in my own way. Go ahead. Right, okay. He's going to hog the microphone again. I am. This is outrageous to me. You haven't looked into this. Well, because, I'm aware of the issue. And so why are you dismissing it? Imagine being able to build an app with your name on it. Það eins og ég segi, það sem ég vildi sína með þessu að hann algjörlega out of touch og ef þú ætlar að þykjast einhver pólitískur greinandi sem mitt skilur ekki af hverju pólitíkin í Bretlandi í rugli þá ertu bara ekki túkalls virði sko og en það átakanlegt að sjá sko og ég að tala það voru endalausar lofræður þennan þátt á vefnum og næsta var það leikonan Unnur Ösp sem átti skemmtilegt innlegg mamma, þetta fullkomin kona hvíslaði 9 ára sonur minn að mér þegar við sátum og börðum forsætisráðherrann augum í títtnefnu viðtali í kvöld svo hélt hann áfram hún klár, sæt og ógeðslega góð í ensku svo sat hún bara fyrir aftan okkur á Toy Story daginn þar höfum við það mögnuð framistæða hjá Kristrún þetta gerist aldrei svo var ég með var ekki með eitthvað aðeins meira aðal apaheilin Björn Þorláks, hann magnaður maður þessi er svolítið langur en við skulum samt lesa alveg hlýtur það að vera svakalegt höggið sem orðljótustu neyjararnir hafa fengið þegar þeir sáu og heyrðu yfirbyrði forsætisráðherra okkar í alþjóðaumræðu sem nú fer eins og eldur í sínu heimsbyggðina. The rest is politics. Ég held að ég fyrirgefi sjálfum mér að hafa mist ögn af gaggrinu biti blaðamennskunar síðast þegar ég tók viðtal við Kristrúnu. Hún rullar augljóslega upp allri heimspressunni með viti sínu og sjarma og gott að heyra hann að láta Trump hafa það óþegið. Það var tímabært. Ofurvextirnir, verðbólgan, eignabrunin, verðtryggingin, eitt símtal frá útgerðinni og ráðherra fellir íslensku krónuna 10%. Einmitt, you're right, eins og það myndi gerast. Nennum þessu helvíti lengur, Og Kristrún segir blákalt í viðtalinu að andstaða hluta atvinnuleysis hér á landi við ESB byggist á fákeppni. Vel mætti hafa það ástand stærri orð. Hvernig líst ykkur á að kalla hluta af úthlutunar atvinnulífi Íslendinga einfaldlega skipulaða glæpastarfsemi? Enda vilji stórskalegra afla að þagga niður í samkeppnisyfirvöldum. Lesið besta vin aðal ef ykkur fýsir í 400 blaðsíðna rökstuðning. Það notabenni bók sem hann skrifaði.
besti vinur Aðal. Ég var að hafa myndir af hann uppi með og lest. Og hlustið á umræðuna hjá minni hlutaflokkunum í veiðigjaldaumræðunni síðastliðu sumar. Bjarni vitaskuld sjálfur ossi þeirra sem eiga landið og miðin, Bjarni Benediktsson og hans Attan Jossar. Hann hluti af stórum hópi sem hugsar mest peninga og völd. Hluti hrumstarar hugsunar sem þrífst best í útnára. Einræktaðir vinir útluta hver öðrum baneitraðir í blöndu stjórnmála og viðskipta. Og það helsta ástæða þess að þeir vilja ekki afskipti að utan. Já. Þess vegna vilja þeir áfram stýra eigin gjaldmiðli og hafa seðlabankann í rassvasanum til að píska þá sem skulda en umbuna þeim sem eiga. Þess vegna sjá þeir ekki eigin forréttindi. Þess vegna hafa þeir mist alla getu til að greina hvað heilbrigt viðskiptalíf og hvað glæpastarfsemi. Þegar gott fólk aðhefst ekkert, grasserar hið illa, segir Burke. Og þar sem stefnir í einhver tvísýnustu úrslit sögunar ég ansi smeykur að ansi margt fólk í kringum Kristrúnu Frostadóttur komist nú ekki lengur upp með að standa kyrrt í ljósum hörbuxum með hendur í vössum. Við værum sem samfélag sennilega í betri málum ef þið hefðu þótt ekki væri nema 10% af eljubófana sem snúa öll og haus til að geta haldið áfram að halda almenningi í járngreip sinni. Þið þurfuð að nenna að berjast. Þið megið ekki hræðast að lenda í átökum ef þið ætlið að ná jái eftir mánuð. Þið þurfuð að nenna að óhrenga ykkur í aðdraganda mikilvægustu kosningar síðari tíma og Kristrún veit það. Þess vegna ræður hún málin með þeim hætti sem hún gerir nú. En þær Þorgerður og Katrín munu ekki bera þær byrðar einar sem þarf til að breyta Íslandi til hins betra. Segir Björn Þorláksson. Hérna, uppi ögur stund. Já, hann hérna. Hvað, Íslendingar fucking einfaldir maður. Ekkert smá. Bara það að hún sé að segja ykkur hluti á Íslandi, Ísland á ensku við ykkur að Breta. Já. Hluti sem hún hefur bara sagt oft hérna heima, nema kannski þetta Trump-dæmi, þá þetta bara, vá, hvað þetta flott, hún kann að tala ensku. Þetta svona heimóttaskapurinn, sko. Það hún að tala ensku við gauðra frá Bretlandi, maður, vá, hvað hún flott, maður. Af því að Íslendingar, 80% af Íslendingum, þeir geta rétt svo pantað bjóra á barnum þegar þeir koma til útlanda, sko. Já, þeir hefðu þetta senda fyrir menntamálaráðara í þetta viðtal. Já, einmitt. Thank you, good day. I am very good morning and I have very good morning. Yes. Ég meina þetta bara, vá, hún tala svo góða ensku og að tala um útlendinga. Þetta hlýtur að bara frábært. Ég sá eitt status sem var með lappinar á jörðinni. Það Guðmundur Brynjarsson sem skrifar: Ég held með fulli virðingu fyrir Kristrúnu Frostadóttur sem flott í þessu margumrædda viðtali að gott sé að minnast þess að oflof háð. Auðvitað þetta viðtal ekki eins stórfenglegt eins og af látið, langt í frá. Í annan stað svo fádæmilega hjárænulegt að belgja út þetta skjall sem kemur frá útlöndum. Ég hef séð Kristrúnu alveg að góða í viðtölum hér heima, oft miklu betri en hún skeleg og flott. Mér finnst satt að segja að Kristrún ekki gerði neitt greiði með þessum húrrahrópum. Þetta svo vandræðalegt. Ef hlustað á þetta af yfirvegun, þá kemur vitaskuld ekkert nýtt fram þarna. Helst kemur mér í huga að heimóttarskapurinn í Íslendingum kristallist hér í því að Kristrún góð í ensku. En landinn, sem gjarnan þykist góður í því tungumáli, getur yfirleitt ekki gert betur í engilsaxnesku en að biðja bjóri eða gin og tónik og spyrja nærbuxnastærðir í Primark, það sem enginn þykist vesla. Slakið nú aðeins á og annarkvort hlustið aftur eða farið í einhverja greiningu, nóg að þeim. Já, þetta basically nákvæmlega sér að hugsa, sko. Já, þetta alveg, þessi, hann heiti naglan akkurat á höfuðu, sko. Þetta bara það, hún að tala svo flotta ensku við einhverja útlendinga Ísland, ekki að segja neitt nýtt. Nei. Þá það bara, wow, hvað flott maður, 9 ára sonu minn heldur ekki vatni yfir einsinni. Maður bara, þið vangifinn? Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.